Í þessu myndbandi ætlum við að skoða hvernig við teiknum línur og form með blýantinum. Blýanturinn sem er hér í verkfærakassanum og er með hraðskipurina F6, hann er verkfæri sem við notum aðalega til að teikna beina línur. Við smellum á einu stað á vinnuborðan okkar og færum svo músina til og frá þessum punkti kemur þá bein lína og þar sem við smellum næst að þar lokum við línunni og línan verður til. Ef við höldum inn í kontrolltakkanum á meðan að við drögum út línuna, að þá verður línan lárétt eða að hún smellur á 15 gráðum allan hringinn. En ef við getum stillt línuna af, ef við vitum að við ætlum að gera 45 gráðu línu, þá er mjög auðvelt að teikna hana á þennan hátt. Ef að við höldum inni takkanum, ef við sem sagt smellum og höldum svo inni takkanum og drögum svo út, og þá teiknum við línu sem að er, vissulega bógadregin, en ef við skoðum hana nánar þá sjáum við að það er mjög mikið af svona sveiflum í henni, það er skörð og annað í henni. Og ef að við skoðum hana betur með því að velja litlöðurinn okkar sem er F2, þá sjáum við að þetta er óheyrilega mikið af punktum. Og blýanturinn hefur í rauninni teiknað margar mjög litlar línur. Að velja aftur select-túlið og zooma betur inn á þetta. Skulum við aftur velja F2 og skoða. Hann hefur í rauninni teiknað alveg fjöldan allan af pínulitlum línum og tengir það saman allan með punktum. Sumar línurnar eru beinar, sumar eru bognar og við sjáum það hér á stöðustikkunni okkar hérna niðri, að þá sjáum við þegar við strjúkum yfir hvort að línan sé bein eða bogin. Þetta er Bezier-segment sem þýðir það að þetta sé bógadregin lína. En það svo sem skiptir kannski ekki alveg öllum máli, því að það sem skiptir mestu máli er það að þegar við erum að draga svona út, að þá búum við til svona ótrúlega mikið af punktum og marga línur og þetta er svona ekki beint hentugt til þess að teikna bógalínur. Ég get svo sem lagað aðeins til verkfæri mitt. Sjáðu hérna Smoothing hérna upp í verkfærastjórnuninni, hér stendur Smoothing 4. Þetta er svona standardinn í forritinu. Það byrjar, þegar þið fáið í hendurnar, þá er það á Smoothing 4. En ég get hækkað þetta, ég get sem sagt gert myndinu meira smooth. Til dæmis hækka hann upp í 36 og teikna aftur einhvern svona feril. Og svo skoði ég hann betur með því að ýta á F1 sem er select-túlið mitt. Þá sé ég að það eru 13 punktar í þessum ferli, á meðan að þessi feril hér aftur á móti með 208 punktum. Og eftir því sem ég set smooth herra, að þá verður þá svona leiðréttir tölvan hreyfinguna mína með músinni. Sjáu að ferillinn minn verður mjög svona skrykkjóttur þegar ég teikna með músinni, en hún leiðréttir þetta eins til. Ég get skoða ferillinn, það er verkfæri hér sem að hjálpa mér að skoða ferillinn, og hérna sjáu að ég teikna þetta alveg nákvæmlega eins og hérna, þetta ferillinn alveg ofan í ferillinn minn, en leiðréttir örlítið til og frá. Hins vegar ef ég vel verkfæri sem heitir Spyro sem er hérna og reyna að teikna eitthvað svona í líkingu við þetta, að þá lagar hún það til fyrir mig hérna og hún lagar myndina heilan helling. Og nú sjáum við sem sagt, ef ég hef kveikt hérna á ferilskönnuninni, að þá sjáum við að ferillinn minn, rauði fluturinn hér, það er eins og ég teiknaði þetta, en gráa línan er eins og tölvan hefur leiðrétt þetta. Eina sem við þurfum að passa þá að muna er það að þetta er form en ekki í rauninni teikning. Við þurfum að meðhöndla þetta eins og form ef við ætlum að gera eitthvað meira við þetta. Þetta er svo sem hægt að nota þessa Spyro aðferð. Hún gefur oft mjög flotta myndir, en þetta er aldrei handahófskennt. Þannig að ég mæli yfirleitt með því ef maður er að teikna búadreikna línur á annað borð, og nota þá frekar Bezier verkfærið. Pensillinn í verkfærastjórnuninni, hann setur smoothing niður fyrir okkur á 4. 4 er bara standardinn sem það er í forritinu. Við getum breytt þessu, við getum haft eitthvað allt annað smoothing ef við viljum, með því að fara inn á Inkscape Preferences sem er hérna undir File, og það getum við fundið
fundið upplýsingur það hvernig við breytum þessu. Ég ætla ekki að sýna ykkur af þessu myndbandi, en ég ætla að sýna ykkur hins vegar það sem hérna aftast, sem shape. Það byrjar yfirleitt hérna á none, og ef það á none, þá það þannig að ef ég tekna einhverja línu, þá teknar hún bara línuna fyrir mig, og hún ekki að gera neitt fyrir hana annað heldur en hugsanlega hérna á spærónum að laga fyrir mig útýrunar. Setja spæróin upp aftur hérna einhvers staðar í kringum 58 eða eitthvað svoleiðis. Þannig að hérna hún að taka og laga ferilinn fyrir mig. Ef ég hins vegar vel triangle-inn, og það sem hún gerir þá það að hún leggur fyrir mig form sem þríhyrningur ofan á ferilinn sem ég teiknaði, og nú ég með helstu mikið smoothing eins og þið kannski sjáið, en þetta þríhyrningur sem breiðastur hérna sem ég byrja, og hann minnkar og verður mjög oddmjór hérna í hinum endanum. Aðeins að minnka smoothingið, þannig að þetta verður svona aðeins meira áberandi. Triangle out, hann virkar náttúrulega kannski eins og gefur að skilja akkurat í hinn áttina. Þannig að ef ég teikna ferilinn svona, þá það mjóstur þar sem ég byrja, en verður breiðastur þar sem ég enda. Þriði möguleikinn svo ellipse, ellipse hér, og það þannig að við erum í rauninni að leggja sporískju ofan á ferilinn sem við erum að teikna, sporískju sem mjóst í báða, eða mjó í báða endana en breikkar miðjuna. Það sem kannski mest töff í þessu, að það er fyrirbæri sem heitir from clipboard, og ég ætla að skipta þessu reynilega yfir í none akkurat núna og mót hérna niður á bara venjulega línu, og ég ætla að teikna mér örlítið form, og svona lítið þá formið mitt út. Blýanturinn kannski ekki alveg hentugasta verkfæri í þetta, en þegar ég er búinn að teikna það, þá kópíra ég formið, fer aftur í blýantinn, og nú ætla ég að velja Spyro og leyfa þessu bara að vera þessu smoothing og velja hérna from clipboard, og núna þegar ég teikna þá leggur hann þetta form sem ég er búinn að teikna ofan á ferilinn. Þannig ég ekki teikna svona einhverja skemmtilegar myndir og gert mjög flotta hluti oft á tíðum með þessari teikningu. Munið bara að þetta eru form, þetta eru ekki teikningar, þannig að ef ég vel örina á F2, þá eru punktarnir þeir eingöngu til að stilla fjarlægðina og sveigjuna og annað slíkt, en ekki til þess að breyta forminu sjálfu. Þá þurfum við að fara í path og object to path, og þá fáum við alla punktarna sem við getum notað til að breyta. Það er til dæmis svona slétta endan eða eitthvað þáttina. Vona að þetta hafi verið lærdómsríkt, og endilega kíkja á meira á heimasíðunni minni, og þar sjáðu líka Bezier tólið sem hendar miklu betur til að teikna bógalínur heldur en blýanturinn.